parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 12. apríl. Gís ennþá á Reykjanesi. Ég ekki viss að allir geti svarað þeirri spurningu vegna þess að það allur fókus á einhverju öðru en einmitt því. Katrín Jakobsdóttir komin í forsetaframboð, Bjarni Benediktsson orðinn forsætisráðherra, Svandís Svavarsdóttir orðinn innviðaráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson orðinn fjármálaráðherra og svo mætti áfram telja. Það margt að gerast í pólitíkinni á landssviðinu sjálfu og það nákvæmlega það sem við ætlum að ræða hér í dag. Þau ætla að koma til mín hingað í settið þau Hanna Katrín Friðriksson og Elliði Vignisson. Hanna Katrín þingmaður fyrir Viðreisn og Elliði bæjarstjóri í Ölfusi. Þau ætla að ræða pólitíkina svona út frá flokkunum og hvernig staðan liggur þar. En áður en að þau koma til mín, þá fæ ég hingað til mín góða gesti. Þau Brynjar Níelsson sem satt hríð á Alþingi og var síðar aðstofamaður Jóns Gunnarssonar dómsmálaráðherra og svo Kolbrún Bergþórsdóttir, vinkona mín og samstarfsmaður hér á Morgunblaðinu. Þau ætla að ræða Eurovision, pólitík og ýmislegt fleira. Fylgist þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Nói Sirius kynnir sumarkroppið 2024. Kropp með kremkeksi. Ekki klikka á kreminu því það eru sól og sumar í kortunum. Nóa kropp. Brakandi sumar snilld. Velkomin aftur að skjánum. Þau eru komin hingað til mín, sest við borðið. Þau Brynjar Níelsson og Kolbrún Bergþórsdóttir. Þetta nú fólk sem þarf eiginlega ekkert að kynna neitt sérstaklega. En velkomin á svæðið. Takk fyrir. Takk. Við ætlum að ræða hér fréttir vikunar. Áhugaverðasta fréttin finnst mér vera sú sem virðist vera upptaktur að því, Brynjar, að þú verður fengið til þess að lýsa Eurovision fyrst að Gísli Marteinn Baldursson hrökk af límingunum. Já. Ég farin að verða mjög spenntur fyrir því. Er það ekki? Ég bara bíð eftir að Stefán hringi í mig. Er þetta bara spurning að ganga frá svona formlegum samningi þetta? Já, þetta eiginlega og spurning að fá þetta Sigmund Davíð með mér. Sko. Út, já. Já. Og þið eru til í þetta? Mér heyrst það, Sigmundur lýsti því yfir á fjörsbókinni. Sko, þú hefur ekki hort á Eurovision í 54 ár. 54 ár, en ég velti því einmitt fyrir mér hvort að þú værir hæfur til verksins og við fengum þess vegna samstarfsmenn okkar hér á Morgunblaðinu til þess að gera eiginlega, fá þig bara í starfsmanna viðtal eða láta á það reyna. Pröfu. Ef við að sjá hvernig þetta tókst allt saman hjá þér. Velkomin til Malmö, kæra áhorfendur. Næstir á sviðið stórsveitin Lett 3 sem framlag Króatíu í Eurovision þetta árið. En ef þessi hljómsveit væri á Íslandi, þá myndu skipa hana Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Jón Gunnarsson og Beggi Óla. Það nú mjög erfitt að skilgreina þessa tónlist. Einna helst gæti hún talist öfga hægri popp. Gjörðu svo vel, kæru hlustendur. Þetta eru menn komnir að léttasta skeiði en afskaplega traustir tónlistarmenn. Já, heyrðu, enginn dómari í eigin sök, þú þekkir það nú sem hæstaréttarlögmaður til áratuga, en Kolbrún, þú ert Eurovision aðdáandi. Nei, ég hef ekki hort í 50 ár síðan Abba vann. Ekki heldur? Nei, svona einhverja slitrur. Það spurning hvort þú ættir að lýsa þessu með þeim? Nei, ég myndi horfa á ef að þeir Sigmundur Davíð og Brynjar lýstu. Þetta góð sjónar? Já, þetta alveg liggur, sko, steinliggur. Já, en menn þurfa að setja sér svolítið inn í málin eða fá menn þetta bara á einhverja handriti? Hvernig hefur Gísli Marteinn unnið þetta? Ég veit það ekki, ég fekk ekkert handrit, ég var bara sendur í... Prófesseraði? Já. Þú þekktir hljómsveitina og...
Nei, ég hafði fengið að sjá á klippur að henni áður. Já. Af þessari hljómsveit, það var þarna einn í bleikum jakkafötum. Hver þessari Íslendingar sem þú nefndir myndi taka sér þetta hlutverk? Jón Gunnarsson. Það er óumdeilt. Absolutt, já. Þarna rétt í lokin þá var eins og það yrði sprenging í settinu. Hvað gekk þarna á? Þetta var bara óþokkabragð að hálfu stjórnanda þáttarins. Þú ert viðbrigðið maður. Það hefur komið fram opinberlega áður. Já, það er bara, ég er eins og dýrin, ég er alltaf viðbúinn. Já, þarna hérstu að það væri verið að beina þér... Það er bara loftárás. Kannski þannig að við tökum þessa umræðu aðeins áfram, þó að kannski það séu margir sem séu búin að fá sér fullsatta af henni, er eins og Gísli Marteinn Baldursson sem hefur lýst þessu fyrirbæri sem Eurovision er í, sennilega á annan áratug. Hvað finnst fólki þessi viðbrögð að ákveða bara fyrir sitt einstæmi að hætta við að lýsa þessu út af einni þátttökuþjóð sem eru Ísraelar í þessu tilviki? Ég held að góða fólkið sé bara mjög sátt. Mjög glatt með þetta? Já, mjög glatt þetta. Viðskiptin aukast á Kaffi Vest? Já, og þykir þetta eina rétta ákvörðunin. En ég hefði kannski verið á þessar skoðan ef ég væri 30. En með árunum hef ég eiginlega komist á skoðuna viðskiptabönn og svona bannsetningar virki mjög illa. Og svo er það einfallega þannig að maður verður að gera greinamun á ríkisstjórn og fólkinu í landinu. Líka hér á landi. þannig að og ég heldur fram að list sameini fólk. Ég bara neita því að ísraelska þjóðin sé upp til hópa full af vondu fólki. Það er bara bull. En þú segir að listin sameini fólk, þú skilgreinir þetta sem list fullum höttum? Þetta er lágmenning, en hún á líka rétt á sér. Þó við Brynjar séum ekki þar. Þó þið horfið ekki á hana? Nei. En þetta verður ekki þægilegt verk fyrir þann sem tekur að sér að lýsa útsendingunni eftir allt sem á hefur gengið. Hver tekur að sér slíkt óþurftaverk? Ég veit ekki, það verður einhver hugrakk manneskja. Hún má virkilega vera hugrakk. Er þetta ekki? Einhverju fáiðar bara sem gerir Við erum allar með hugmyndir um það hverja við viljum fá í þetta verk. Já. Við munum sitja inn á mbl.is hér og eftir lengri útgáfu af þessari lýsingu þannig að fólk geti betur glöggvað sig á hæfileikum sem hafa verið uppgötvaðir hér nánast í beinu útsendingu. Mér finnst þess að Brynjari líði ekki vola vel núna. Nei, mér líði illa allavega vikuna sko. En það sem að mig langar til að taka til umræðu er nú áframhalda máli sem að við vorum með í útsendingu hér síðastliðinn föstudag. Það varði auðvitað mikil landskjálfti í pólitíkinni þegar Katrín Jakobsdóttir lýsti yfir framboði. Við rættum það hér svona bara eftir því sem að framvinda málsins afhjúpaðist í fjölmiðlum. Nú er kannski rykið aðeins sest, menn farnir átt að sjá því hvernig landið liggur í kosningunum. Hvernig horfa kosningarnar við ykkur núna ef ég byrja til Brynjar? Verður ekki gjör breyting með frambóði Katrínar? Jú, en ég meina á endanum verður þetta einhver kosning á milli 3-4 frambjóðenda. Hverra helst? Ég veit það ekki, margt getur breyst í þessu, það er reynsla fyrir því. Ég man rétt í síðustu kosningum þegar Halla byrjaði með 1% og endaði í tæplega 30. Þannig ég átta mig ekki á því, en þetta verður einhverja sveiflur og svo endanum verða 2, 3, 4 að berast þetta. Sem skipta með sér stærstu hluta atkvæðinu? Ég hugsa það, já. Katrín Kolbrún. Þú átt alveg kalla með Katrín, ég verði bara stolt af því. Þú ert forsetaleg hér í útsendingunni og hvetir reynda til að bjóða þig fram. Þú hefur lengi verið aðdáandi Katrínar og ég veit að þú styður hana. Ég styð hana alveg 100%, myndi kjósa hana 5 sinnum að það vera hægt. Og ég held að þetta verði, ég held að það verði bara átt á milli 2, mjög snemma. Já. Katrínar og svo Baldurs eða Jónsgnar. Ég get ekki, að því að eins og Brynjar segir, það breytist margt og ég held að bara eftir að koma í ljós hvor verður ég held að þriðji maðurinn eftir að tala aðeins og vera aðeins á eftir fólk muni fylgja sér 2 frambjóðendur. Já. En hvað er það sem að veldur því, hvor er líklegri til að geta velt henni undir uggum heldur? Hefur trúað því að annarkvort þeirra geti það? Já, ég held að sé hægt. Ég held reyndar að hún muni vinna vegna þess að þegar tilkemur hefur hún áberandi mikla persónutöfra og hún á mjög auðvelt með samskipti við fólk og svo er það þannig að ég held að sé þó það sé einhverjir sem get ekki sætt sig við hana þá held ég allir hljóta að viðurkenna það að hún er mjög góður fulltrúi landsins, til dæmis á erlendir grundu. Ég held að verði ekki alveg sátt Jón Gnarr á margir muni
sko, mér þykir afskaplega vænt Jón Gnarr, að því hann sko hjartahlýr og góður maður. Og fyndinn. Og fyndinn, en hann hefur ennþá svona þennan trúðastimpil. Hann sló reyndist aldrei nokkuð í gegn í myndbandinu þegar hann sagðist elska Ísland og svo nefndi hann Guð. Engin annar frambjóðandi hérna held ég hafi minnst á Guð. Mér þótti mjög vænt það. Og svo held ég bara að sko Baldur sé bara ekki alveg nógu þekktur meðal þjóðarinnar. Hann ekki þjóðþekktur eins og sem halda fram. Nei. En maðurinn hans það. Maðurinn hans það, já. Það hann ekki frambúðið það. Já, jú, það 2 fyrir 1. Er þeir ekki í báðir frambúði? Það er stilt þannig. Já, það gengur ekki. Það mér veist að raunverulega alveg fáraleg uppstilling hjá þeim og tala það að alltaf skipta með sér verkum eins og ekki upp. Já, það var ansi skrítið, já. En var ekki þegar að Ólafur Ragnar á kjörinn, þá var talið að Guðrún Katrín, kona hans, hefði haft mikil áhrif. Já, það allt annað að hafa einhver áhrif heldur en að vera, sko, hún var ekki frambúðið með honum. Hún var greinilega á myndum með honum og hann talaði mikið hana og allt í góðu með það. En þessi uppstilling aðeins öðruvísi, sem mér finnst ekki sniðu hjá þeim. Mér finnst það algjörlega misheppnuð. En nú fer forsetinn til dæmis mikið inn í leikskóla og skóla og þar er Felix, einhver reyndasti performer á landinu, geti tekið Gunnar Helgason kosningastjóra með sér. Já, en hérna litlu börnin á leikskólanum í grunnskólanum er ekki á kjörskrá. Það kjósa ekki. Það er bara önnur atriði sem skipta máli í þessu og ég er alveg sammála Kolbrúnu í þessu. Þetta hvernig ég horfi á þetta, þekkja menn þetta hlutverk og eðlið þessa embættis, hafa reynslu og þekkingu til þess að þegar ef á reynir, þetta er ekki bara spurningu um barnaðarmál og leikskóla. Sko. Nei. En má ég kannski... Ég get farið í það, sko. Ég er nú ekki viss um það. Þegar þú segir það. En má ég vera með smá inngrip? Já, það er ekki fyrsta sinn. Nei, en við Brynjar hittust nefnilega í janúar. Það er mjög gott á milli okkar. Ég er hérna með Brynjar mikils að því hann þorir að segja hlutina. Brynjar er einn af þessum mönnum sem þið lindir við. Já. Lindir ekki við alla. En við fórum að ræða Katrínu Jakobs og hann fullyrt að hún færi í forsetaframboð. Og ég er þannig, ég veðja mjög sjaldan, en ef ég veðja, þá er það alltaf vegna þess að ég vil tapa. Sjá til, sko, þá vinn ég alltaf vegna þess að, sko, ef ég vinn meðmálið, þá fæ ég rauðvínsflösku eða eitthvað, en ef ég tapa, þá gleðst ég yfir því að hafa haft rangt fyrir mér. Þannig að... Er þetta á fólk að gleðast yfir því að hafa rangt fyrir sér? Já, ég var samfærðum og myndi ekki fara í forsetaframboð, ég held að vera eins og einstæða móðurinn sem var með litla barnið sitt og sagði ég bara get ekki farið, það er enginn til að sjá þetta barn. En svo hef ég áttað mig á því að stundum það þannig í lífi kvenna að það verða að fara til að finna sjálfa sig. Nú þetta bara komið upptökuheimili hjá Bjarna Benediktssyni. En sem sagt, hérna rauðvín Brynja minn og það kostaði rúmlega 4.000 krónur sem var upphæðin sem var samið Já. Eina er að þetta er mjög elegant rauðvín. Finnst þér það ekki eiga við? Það er kannski ekki alveg. Þakka fyrir það. En þú gefur kannski Sofíu með þér. Ég er nú að reyna að halda þenni edrú. En Brynja, þú hefur verið að veðja svolítið að undanförnu í þessum og þetta hefur reynst þér talsvert uppgrip. Já, ég ákvað að byrja þessi veðmál strax í janúar þegar enginn hélt að hún myndi fara fram. Af því að hún þurfti að bjarga þjóðinni og vera forsæðara. Ég vissi alltaf að hún færi fram og ég er eiginlega komin, ég get opnað verslun. Getur farið í samkeppni við Sandi og fleiri. Já. En þú varst búin að spá því í janúar, þú reyndar verið á þeirri skoðun, veit ég að hún hafi stemt að þessu lent og ljóst lengur. Ég held að hún hafi stemt að þessu frá því að hún rúlingur. Það er mitt mat. Já. Eða ung kona. Hvað hefur þú fyrir því? Ekki reikna með því að Guðni færi fyrir næstu 4 ár. Nei. En síðan bara, það er náor nef eins og sem menn segja útlensku. Já. Og þá hafum við stokkið til. Og þetta er niðurstaðan. Ég verð að segja fyrir mitt leyti, Katrín afskaplega öflugur kandidata sjálfsögðu, ekki óumdeild þrátt fyrir allt, en könnunin sem að birt var, held ég maskinukönnun frekar en prósent í byrjun vikunar núna, sýnir að það er ekki svo mikill munur á henni og næstu mönnum á eftir þess að Jóni Gnarr og Baldri. Persónulega hefði ég veðjað og þá tapað því veðmáli að í fyrstu könnun eftir hún tilkynnti og með þann gríðarlega meðbyr sem maður fann með frambúðinu að hún myndi mælast með
45-50, jafnvel 55%. Er þetta ekki áhyggjuefni fyrir hann að það skuli ekki bera minna í milli? Kannski að vissu leyti, en hérna, maður finnst við þurfum að sjá aðeins fleiri kannanir, eins og tvær í viðbót, sko. En ég hefði að tala, hún ætti að vera örugg með svona 33-35%. Ég finn mikinn meðbyr með henni, en það var nú það, í gamla daga þegar ég var í Alþýðuflokknum, þá voru þingkosningar og maður gekk niður Laugaveginn og Bankastrætið og við kratarnir helsuðumst og það ætluðu allir að kjósa Alþýðuflokkin. Hvað fengum við? 6-7%? Já. Það var bara eðlilegt þá. Já. Það er bergmálshellir. Það er bergmálshellir, hann er mjög hættulegur. Þessi frægi. Sko, ég held að þetta geti alltaf að breyðst, sko, þegar kannski svona frambjóðendur sem gætu hugsa átt einhver möguleika, þegar umræðan fer á stað, þú heyrir hvað fólk segir, hvernig það er, hvernig það aktar svona, þá getur allt mjög hreyfst til. En auðvitað er Katrín svo vön þessu, hún kann þetta saman. Já. Þannig að það er miklu minni líkur að hún misti í þessari baráttu heldur en aðrir. Og hún kann að varast pittina, það er augljóst að það hefur verið einhver þrýstingur á henni eða spurningar varðandi biðlaunin, hún er búin að afsala sér biðlaunum forsætisráðherra núna á meðan að hún er í þessum slag. Verður hún mikið, er hætt við þetta verði svona varnarleikur eins og Guðni TH upplifði 2016 þar sem að verkefni fólst eiginlega bara aðallega í því að verja fylgið og stíga ekki í feilspor. Já, ég held hún myndi fá alveg sko súpa svívirðingum og hérna anstíkilegri gagnrýni og nýði og... Það hefur ekki komið... Undirskjöldasöfnunum mótinni. Hefur það komið fram enn sem komið? Ekki enn sem komið, nei. En af hverju heldur þú þá að það komið? Er hún ekki svo óumdeild? Þú heldur því fram? Ég hef aldrei ekki sagt að hún sé, hérna, það hef ég ekki sagt. En hún er ekki Bjarni Benediktsson. En afskaplega væri nú lítið hann að spurningu og væri ekki umdeild. Ég segi það, já. Allt í lagi, þú veist, hún er nokkuð umdeild, en sko meðal ákveðins hóp, ég held svona meðal sko þorra þjóðurinnar, þá nýtur hún mikillar velvildar. Nú fer hún landið eins og aðri frambjóðendur. Og mun sjarmera til hægri og vinstri. Baldur og ein spurning í því sambandi, hún er þetta búin að vera forsætisráðherra í 7. ár. Er hún ekki búin að því að fá menn nýtt tækifæri til að sjarmera fólku upp úr skónum þegar þeir fara í forsetaframboði landið? Það er okkur fullt af fólki sem hefur ekki hitt hana í nokkur ár og verður mjög glatt að sjá Katrínu Jakobsdóttur. Verður henni hlíft við allri umræðu pólitík og þá kyrrstöðu sem að margir kvart undan? Ég var nú á Ísafirði á mánudaginn, þar voru menn mjög kvart undan því hvernig staðan í leyfisveitingamálum í laxeldinu er varðandi orkuöryggið á Vestfjörðum annað. Munum menn ekki mæta bara eldsbúandi á framboðsfundi hjá henni og gera þetta pólitísku bitbein? Nei, það held ég nú ekki. Já, mér finnst það mjög líklegt að það verður einhver leyti gert. Hún kemst ekki hjá því, hún er búin að vera í forustunni í stjórnmálum og menn munu auðvitað nota það einhver leyti og spyrja hann allas óþæra spurningar. En ég held hún kunni vísa öll svörin, sko. Já. Annað sem hefur verið nefnt í þessu sambandi er að hvergi í hinu vestlana heimi þekkist dæmi það að sitjandi forsætisráðherra bjóði sig fram til forseta og nýti þá eiginlega slagkraft embættisins með einu öðru móti til þess. Menn hafa ekki fundið dæmi þess. Var það ekki Finnlandi 1950? Já, með Kekkonen eða einhvers líkan. Eitthvað forvera hans? Já, þetta er náttúrulega annar heimur, við erum kannski að tala meira um nútíman. Er þetta eitthvað sem að menn munu horfa til að maður hefur aðeins orðið vitna því í netheimum en tala um þetta sem svona birtingamynd elítusamfélagsins á Íslandi, að þarna komi fólk og skipti með sér stólum og færi sér til á milli embætta. Er eitthvað til í því? Hún myndi náttúrulega ekki fara þetta nema hún hefði fylgi. Nei, það er alveg rétt. Já, það er ekki þannig að hún bara, sko, hún er ekki Pútín. En er það einhverju leyti óheppilegt að fólk gerir þetta með þessum hætti? Það getur að vissan átt verið óheppilegt en þegar tilkemur held ég að skipta ekki svo miklu máli. Nei, ég meina stjórnmálaelitun er ekkit verið en aðra elitur. Þetta segir sá sem er djúpt inn í henni, náttúrulega. Já, ég meina þetta er allt elitulegt, þetta er allt svona eitthvað þekktir einstaklingar alltaf sem eiga eitthvað möguleika framarlegi menningarlífinu eða háskólanum. Af hverju ættir að vera forseti án þess að hafa gert nokkuð skapaðan hlut? Ég verð að segja að þessi tugir manna sem láta sér dreymið að vakna upp einn morgun sem heyrðu, já, Guðni er hættur. Alltaf hefur mig langað til að vera forseti. Og svo er Facebook-hópurum myndi styðja mig og fjölskyldan. En það er ekkert þar fyrir utan og sko dómgreind þessa fólks, hún er ekki í lagi og þetta er meira segja fólk sem hefur verið í mjög góðum og vel launuðum störfum
en allt í einu, nú ætlum ég að verða forseti. En þetta ekki bara til maður það sem segir í gamalli frakneskri heimild, við erum allir jafnir, það bara getur hver sem boðið sér fram og átt möguleika? Já, en þetta verður bara trúðasýning. Og það er svo margir sem að... Við erum ekki gaman að því, við erum gaman að trúða. Nei, þetta er mikið. Ég ber nefnilega virðingu fyrir embætti forseta Íslands. Það gerum við öll og ég get upplýst að hér að Katrín Jakobsdóttir hefur boðað að koma sína hingað í þáttinn til mín næsta föstudag. Og af hverju var ég ekki þá? Já, það bara við getum Já, út af Brynjari. Við erum að dreifa okkar bestu bitum á fleiri þætti en eitt, sko, það er nákvæmlega þannig. En þá ætla ég að ræða við hann embættið og þessi málið sem við höfum tekið fyrir hér. En það er auðvitað síðan eftirleikunni þegar hún hverfur úr pólitíkinni þá bjuggust allir við að það yrði algjör upplausn hér í landinu í kjölfarið. Menn spáðu stjórnarkreppu. Bjarni Benediktsson, hann náði að berja í brestina og hann er bara orðinn forsætisráðherra með ríkisstjórn sem segist vera samstíga. Já, þvílíkt bull. Það er nú bara tímaspörsmál hvenær þessi stjórn springur. Það þarf að ganga frá ýmsum málum þannig að Af hverju segir það? Ég meina... Hefði Bjarni bara ekki myndað einhverja aðra stjórn ef að svona væri í botnum búið? Ef að verði aftur. Já, við skulum ræða það fram með, en sko í alvöru tala, hvernig væri nú, af hverju gleyma stjórnmálamenn því alltaf að þeir eru að vinna í þágu þjóðarinnar? Af hverju held að þeir alltaf, já, fyrir 3,5 ári var ég með þetta góða fylgi, það er reyndar komið niður í 16-17%, en hvað, ég var með þetta fylgi, ég hef rétt á þessu. Menn stjórnmálamenn verða að hafa einhver smá tengsl við þjóðina og mér finnst að þarna hafi það algjörlega glatast. Hvaða stjórnmálamenn? Er það einn? Já, það var bara mínu mati mikil dómgreindarskortur að Bjarni Benediktsson er orðinn forsætisráðherra Íslands. Þú talar um skoðanakannanir. Katrín Jakobsdóttir er að mælast með 4,7-4,8% með sin flokk og þú fagnar síðan forsetakjörn og segir að hún sé í tengslu við verðleika. Stefán, þetta kemur ekki óvart, þínir útisnúningar eru svo furðulegir stundum að maður hugsa býtu, er allast til að ég svari þessu bulli? Þú er að leggja saman mæli hvað og allt þetta fólk. Nei, sko, bara, þetta er bara algjör, þetta er alls ekki samanburðarhæft. Ef það er einhver skoðanakönnun gangi þá er það undirskriftalisti gegn Bjarna Benediktssoni. Okay, það er þá skoðanakönnun. Ok, það eru þá 10% á mótunum, er það 90% með honum? Já, heyrðu, hvað hafa margir, sko, ég segi ekki að þetta sé að verða Íslandsmet, en þetta er ofboðslega óþægilegt fyrir stjórnmálamann. Af hverju? Hann þarf ekki meiri stuðning en það sem að fleitur honum inn í ríkisstjórn. Já, það er alveg rétt, en hann er meginþorra þjóðarinnar gegn sér. Ekki meginþorra þjóðarinnar? Jú, hann er langóvinsælasti stjórnmálamaður landsins. Já, þú ert ekki að vísa í neinn töluleg gögn í því sambandi? Ég er ekki að vísa í þjóðaratkvæðagreiðslu. Jú, einhvers könnun, var ekki 71%? Já, það var ansi slæm könnun. Já, nei. Svaraðu nú fyrir þetta, Brynjar. Ég segi bara, þetta bara styrkir Bjarna Benediktsson að fá svona hóp pólitíska andstæður sér á móti sér. Ég held að styrkja hann bara og mér finnst hann hafa bara verið mjög flottur eftir að þetta allt saman byrjaði. En það breytir því ekki. Þetta er mikil áhætta fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Að mynda þessa stjórn? Að mynda þessa stjórn. Af hverju? Af því það, fyrsta lagi, eru margir í flokknum sem hafa ekki trú á því að hægt sé að ná þessum málefnum í gegn í þessu samstarfi. Þannig að hefði Bjarni undirritað samkomulag við þessa nýju fórustum, eða það er að segja nýjan fórustum af VG og Sigurður Inga, nema því hann tryði því að þessi mál myndu komast í gegn? Ekki, þannig að hann trúi því, en margir trúi því ekki að það gerist þegar á reynir. Það er bara þannig. Að það muni steita á? Að muni steita á einhverju, já, þessu málum. Erst þú trúaður á að svo fari? Nei, ég óttast að það geti gert að það fari svo að menn hlaupi undan merkjum á einhverju tíðabóti. Þetta er auðvitað streitu ástand. En ég er bara sáttu við það að menn ætla þó að klára þetta og reyna að klára þessi verkefni sem fyrirliggja í staðan fyrir að vera einhverju upplausn og pólitíska krísu. Sko. Menn nefna útlendingamálin. Þú þekkir þau mjög vel eftir að hafa starfað sem aðstofamaður Jóns Gunnarssonar. Hefur ykkur að trúa því að Guðmundur Ingi og Svandís Svavarsdóttir sem ekki lengur undir henni styrku forystu Katrínar Jakobsdóttur að þau séu að fara að kyngja þessu? Ég veit það ekki, en ég óttast að það geti orðið vandamál. Ég bara viðurkenni það.
Það það sem hræðir mig og marga aðra sjálfstæðismenn í þessu. Já, þetta getur ekki gengið. Þetta bara, maður sér bara, ef maður yfirfærið yfir á sambúð, þá þetta bara tímaspursmál. Þú veist, og Er þetta ofbeldissamband? Þetta nefnilega vissan hátt ofbeldissamband, en þeir allir að kvenka sér. Sjálfstæðismenn segja að Vinstri grænir sé að lemja á þeim og Vinstri grænir segja að sjálfstæðismenn erfitt að vinna með þessu, þetta svo mikið íhald og þetta svo miklu fasistar. Megnið af, ég ætla bara að kalla það lið. Já, þetta útsendingi og ég vil helst ekki segja hyski, en megnið af þessu liði sem er upp á pöllum, að æpa á Bjarna Ben, kalla hann barnamorðingja og annað slíkt. Þetta fólk sem kaus Vinstri græna, megnið af því, held ég. Ég tel það nokkuð víst. Og að það mun ekki sætta sig við þessa niðurstöðu? Nei. En hvað gerist þá? Ef það upp úr þessu flosnar að það sé eitthvað eitt stórt mál sem að þetta steytir á, bara eins og stóru skeri, þá verður kosið haust. Er engin möguleiki á að mynda enn aðra stjórn? Ég sé það ekki endur mér, ég held að sé flóknara, ég held að sé einfaldara þá að einfaldlega stilla þessu upp fyrir kjósendur, þið verða að taka ákvörðun þetta. Já, leyfa kjósendum að ráða. En telur þú, Brynjar, að Bjarni hafi reynt að mynda aðra stjórn, hann hafi haft raunverulega vilja til þess, eða var þetta... Ég hef ekki hugmynd það, ég er ekki það inn í þessu, en ég held að það orðið einhver samtöl á milli manna, ég bara gerir ráð fyrir því, en auðvitað það bara þannig að við vorum kosinir að klára þetta, og ef við komumst að niðurstöðu stóru málum, að halda þeim áfram, þá auðvitað bara höldum við ríkisstjórn áfram, nema hvað. En niðurstaðan verður þessi, hvaða tæki og tól hefur Bjarni í höndunum til þess að halda þessu saman? Er það ekki bara að gefa eftir þegar á reynir? Það er hægt á því. Já. Varðandi svona pólitíkina í víðara samhengi, og ég ætla nú að ræða það hér síðar í þættinu líka, nú komin fram nýr forystumaður, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, sem varaformaður Vinstri grænna. Hvernig finnst ykkur hann fara af stað? Engan megin. Hann mér finnst hann afskaplega hlutlaus og hann virkar á mér dálítið einmitt svona hlutlaus persónleiki. Það er mjög erfitt að taka afstöðu með honum eða á móti. Já, við erum svolítið á sama stað þarna. Já, er Svandís að fara að taka þetta yfir? Ef hún hefur pólitískan metnað, hún ætti nú að hafa hann. Hún ætti að hafa alveg nægð á honum. Ég kæmur ekkert óvart að það er í raunin og þá kæmi aftur gamla harða vinstri sósíalista pólitíkin, sem ekki er hægt að hafa í nokkurri ríkisstjórn. Það er pólitík sem að Svandís kann. Já, en þá eigur hún fylgi, Já. Það held ég. Og það er það sem að Vinstri græna væntanlega dreymir Já, þeir sárvantar. Fylgi og valdaleysi. Það skiptir máli. Þeir munu fá auki fylgi og valdaleysi. Það er góð blanda. Já. Sigurður Ingi er alveg óskoraði leiðtogi hjá Framsóknarmönnum. Það virðist ekkert að hagga Þorgerði Katrínu í Viðreisn. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur ef það kemur til kosninga? Hverjir koma svona vígreifastir á vettvang? Er það ekki fyrst og fremst þín kona? Nafni sem ekki má segja þegar sjálfstæðismenn eigi hlut. Ég ætla bara að gefa þér kost á að nefna það. Já. Kristrún Frostadóttir, vinkona mín. Já. Og svo held ég að Viðreisn alveg döðurlangi ríkisstjórn. Já, bara þetta verða klæja. Míga í sig af spenningi. Það þarf enga sérfræðing að sjá það. En er það ekki líka ágætis hjónaband? Það er ágætis blanda, já, það er bara fín blanda. Kristrún hefur tosað Samfylkinguna mjög mikið til hægri. Já, Samfylkingi var náttúrulega orðin, þetta var algjörlega skelfilegt. Fyrir utan hvað þau voru leiðinleg, þá voru með svo vondar skoðanir. Fólk sem að þykist vera svona ofboðslega frjálslynt og gott. Alveg á sama stað. Og það var að drepa mann úr leiðindum. Og þegar þú er þannig að kalla næsta mann fasista, hvernig ætlastu til hann kjósið þig? Já. Og ég held að Kristrún hafi átt að segja á þessu. Bara Guð bless hana, ef maður segja það. Hún er ekki góða leiðbeiningar. Frá góðum mönnum. Hætti að hún verði með pálmann í höndunum eftir næstu kosningar, hvort sem verður kosið í haust eða á næsta ári? Ég er algjörlega samfærð það. Ég þekki nú einn góðan vinnufélaga sem er í ábyrgðarstöðu. Hann heldur í fram að, það er ekki Davíð Oddsson og ekki Haraldur Jóhannesson, en hann heldur í fram að Sigmundur Davíð, hann er ungur, Sigmundur Davíð verði næsti forsætisráðherra. Það held ég að verða ekki. Þú ert ósammála því? Þú ert að verða Kristrún? Já, það verður Kristrún, já. Hvað segir þú, Brynjar, við því? Ég átta mig ekki á því. Þú vinnur veðmálin? Já, það má vel vera að Samfylkingin á einhverjum árangri, en það þarf margt að gerast áður, ganga upp.
eins og að raða á lista, tala skýrt. Það ekki hægt bara að vera svona í hlutlista gildum svolítið og svo kemur á kosningabaráttunni og þú kannski ekki tilbúin. Þetta fugl í skógi en ekki hendi? Já, það svolítið þannig, en má vel vera að takist bara ágætlega. Já. Og mér svona, að því mér fundið svona Viðreisn hafa tapað erindi sínu, að það styrkja ennþá betur samfélginguna og hugsaðlega okkur í Sjálfstæðisflokknum líka. Ég held að sé augljóst að Sigmundur mun ná ágætum árangri. En ég vil auðvitað fækka flokkum, ég maður 4 flokksins. Já. Í versta falli 5. En ég held að kjósendur þurfa að fara að ýta þessu rusli út. Ég algjörlega sammála. Ekki fleiri orðum það, en mér ágætlega að spyrja ykkur svona rétt í lokina, því að það, eins og þú þekkir nú Kolbrún hér á ritstjórninni, það er ofgnótt frétta hér, mánuð eftir mánuð, það eru jarðhræringar, alþjóðapólitík, íslensk pólitík, hvaðina. Hver verður stóra fréttin í næstu viku, ef við vona á einhverjum sprengjum? Nei, nú skaltu spyrja Brynjar. Ég verð alltaf hjá hann hissa. Já, en þér bregður ekki svo mikið á Brynjar. Nei, hún ekki viðbúin, eins og ég. Ég bara, allir verði ekki bara núna bara eitthvað hlé á fréttum. Það verði látið það? Látið það. Það verða skoðanakannanir, við getum verið viss það. Við verðum bara endalausum skoðanakönnunum og endalausum svona rugli og undirskriftasöfnurum kannski. Álitsgjafar allstaðar. Og sem segja alltaf tóma vitleysu og hitta aldrei á rétt. Eins og við. Undantekningin þátturinn spursmál á hér.is. Það getur fyrir vissum. Ég þakka ykkur báðum fyrir komuna, gaman að fá ykkur hér í setti svona á föstudegi. Óska ykkur góðra helgar og hlakka nú til að sjá ykkur hingað mætt aftur, kannski innan tíðar, hver veit. Kolbrún Bergþórsdóttir og Brynjar Níelsson, verið sæl. Takk. Þá örstutt hlé, en hér handan við hornið eru þau Elliði Vignisson og Hanna Katrín Friðriksson. Við ætlum að ræða pólitíkina út frá dálítið öðrum vinkli en þeim sem hefur verið tekin fyrir hér í fyrirhluta þáttarins. Fylgistu með. Toyota BZ4X nýr 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Freedom. Komið sæl aftur að skjánum. Þau eru farin frá mér, Brynjar Níelsson og Kolbrún Bergþórsdóttir. Ég fengi aðra góða gesti hér í setti til mín. Það eru þau Elliði Vignisson og Hanna Katrín Friðriksson. Hanna Katrín þingmaður fyrir Viðreisn og Elliði bæjarstjóri í Ölfusi. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Takk fyrir Stefán. Ég veit að þið eru áhuga fólk pólitík og það ekki bara vegna atvinnu ykkar. Þið eru í þessum verkefnum að því að þið hafið áhuga pólitík. Það ekki tíðindalítið af þessu sviði þessa dagana. Kannski að byrja þér, Hanna, með þingið. Ekki allt við suðumark? Þetta eru áhugaverðir tímar, það verður að segjast þess og Ég myndir kannski heila ekki kalla að það sé allt við suðumark beinleiðis í þinginu, en það hefur verið lognmolla þar í vikunni vegna þessara breytinga, sko. Ég var eitthvað með varamenn inni, var að gegna störfum þingsins erlendis, en fylgdist vel með og ég hugsa nú kannski að í næstu viku, þegar svona ríki fer að settlast og ráðherrar fara að mæta í sínu nýju hlutverkum og fjármálaáætlun verður birt og rætt ef hún þá loksins kemur, að þá fari kannski að hitna í pottinum. Já, inn í þinginu þá? Já, inn í þinginu sem sagt. En þið hefur verið dálítið svona kannski á hliðarlínu þeir sem ekki eru í þessum stólaskiptum og í þessum meirihlutasamstarfi? Já, algjörlega. Algjörlega. Það bara þannig og auðvitað það þannig á þessu tímabili sem leið frá því að Katrín Jakobsdóttir tilkynni brotthvarf sitt úr forsætisráðuneytinu og menn voru að velta fyrir sig hvað það þýddi, þá fóru í gang alls konar samtöl og menn allir töluðu við alla einhvern veginn, hef ég á tilfinningunni, minna formlegt, meira óformlegt, en það bara gangurinn í pólitíkinni. Og svo endar þetta svona áfram og við höfum eftir að sjá hvað verður úr því, hvort að þetta nýtt og betra samstarf og ég hjó nú eftir því að nýr forsætisráðherra telur upp helsta verkefni þessara ríkisstjórnar að berjast gegn verðbólgunni. Ég myndi nú, mér svolítið sérstakt að sjá það svona efst á nýjum verkefnalista, sko. Ég hefði haldið að þetta væri stóra verkefni undanfarinna ára. Búið að vera. Já, en það hefur ekki beinlínis verið kannski gæfuríkt, þannig að kannski er einhver breytingar núna. Elliði, þú ert hinum megin við heiðina og fylgist með þessu dálítið og meiri fjarska heldur en Hanna Katrín. Hafðið þú trú á því að þessi ríkisstjórn myndi lifa brotthvarf Katrínar Jakobsdóttur af? Ég
Ég hef ekki tölu yfir það hversu oft ég hef trú á því að ríkisstjórnin myndi gefast upp á samstarfinu, kannski ekki verkefninu, þetta samstarfinu. Og svona að fenginni reynslu að þá svona rendi mann í grun að það yrði reynt að berja í brestina að fremsta megni. Núna ólíkt því sem að yfirleitt gerist að þá var meiri þungi í samtölum að reyna að búa til annars konar ríkisstjórn. Af því það er ótrúlega margir möguleikar í boði. Þessi ríkisstjórn með það mikinn þingmeirihluta að það hefði verið hægt að minnka þingmeirihlutan en halda meirihluta. Ég held meiri segja að það hefði alveg verið svona teorískt og pólitískt mögulegt að vera með minnihlutastjórn. Mér grunnar alveg að það séu flokkar sem hefur verið tilbúinir að verja ríkisstjórn falli ákveðin málefni og boða þá til kannski kosninga eitthvað fyrr. Þannig að kannski þetta komir ekki óvart. Ég fann það samt, örugglega eins og þið, að í aðdraganda þess að mynda þessa ríkisstjórn að þá var alveg óðbóðsleg andstaða hjá Framsókn og Vinstri-grænum, sérstaklega Vinstri-grænum, við þeirri hugmynd að Bjarni Benediktsson myndi leiða ríkisstjórn og yrði forsætisráðherra. Umræðan var öll á þennan veg líka bara innan úr háskólasamfélaginu. Akkurat, fræðimennir sem komu fram og fyrirverandi stjórnmálamenn og svona helstu spekingar þjóðarinnar spáðu þessu ekki. Þannig að það kannski hluti af þessu sem ég hef velt mikið fyrir mér frá því að ríkisstjórn var mynduð. Hvað það í því? Nú þetta tiltölulega einföld stólaskipti. Sjálfstæðisflokkurinn gefur þetta í fjármálaráðuneytið og fær forsætisráðuneytið í staðinn. Þetta allt svo eðlilegt að þetta nánast óþægilega eðlilegt af því að spáin var ekki þessi. En hvað það sem að Framsókn gefur eftir eða fær í staðinn? Það vitað að Sigurður Ingi sótti það hart að verða forsætisráðherra. Hann hefur verið það áður. Já, þeir báðir svo sem þessir forystumenn, ég meina það, mér líður svolítið eins og ég sitja hérna frekar sem einhver áhugamann pólitíkar svo kynnti mig inn líka frekar en einhverju leiti leikandi í allavega verandi þingmaður en ef maður horfir þetta reynir að horfa þetta svo litið utanfrá þá snýst þetta að það voru þessi tveir og ég held að þeir hafi báðir fyrst að það ákveðið þeir ætli sér að berja í brestina, reyna það að þeir báðir geti gert ákveðið tilkall rétt eins og í upphafi þessa samstarfs og ég veit auðvitað ekki hvað verður til þess að Bjarni verður þarna ofan á ég bara átta mig ekki á því hvaða spil skiptu þarna hendur nema mögulega það að Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið meira til í eitthvað annað stjórnarform en Framsókn. En getur Sjálfstæðisflokkurinn ekki gert réttmætt tilkall til forsætisráðherra stóls? Nú hafa Vinstri grænir sem er miklu minni flokkur að þingstyrk og til dæmis í skoðanakönnunum að mælast bara við frostmark. Ekki bara út frá svona lýðræðislegum sjónarmiðum eðlilegt að stærsti flokkurinn leiðir ríkisstjórnina? Það ekkert óeðlilegt við það, en það fyrsta lagi bara eðlilegt að menn reyna að koma sér saman og það getur verið önnur sjónarmið, það var mjög klókt af mínum að á sínu tíma að Katrín yrði forsætisráðherra þrátt fyrir að vera með minnstaflokkin, ekki bara vegna einhverja persónulegra vinsælda, heldur bara að þessu tveir flokkar seti þann flokk sem væri kannski aðeins og skjön í ákveðnum málaflokkum í málamiðlunna hlutverki sem forsætisráðuneytið óneitanlega er oft. En var það klókt ekki skilar það sér í fylgi við flokkana? Það skilar sér í því þetta samband hélt. Það er eitt, það er ákveðin klókindi í því. Nei, en er ekki bara verkleysi þessara ríkisstjórnar fyrst og fremst held ég sem skila sér í skoðun kjósenda á samstarfinu. En er ekki meir en verkleysi? Ég held að sé líka jú, það er alveg rétt, verkleysi er eitt orðið yfir þetta. Það næri enginn fram sínum stefnumálum í ríkisstjórn sem spannar svona óbúslega breytt bil. Og mér finnst við stundum tala eins og þetta sé ekki nógu öflugt stjórnmálafólk. Þessi ríkisstjórn er upphaflega mynduð ákveðna kyrrstöðu og það hefur tekist með miklum glans. En það endar þolinmæði þjóðarinnar og flokkana gagnvart slíku að það á sér ákveðin endi. Og ég held að hann hafi verið kominn áður en þessi ríkisstjórn er mynduð. Ég held líka að hinum flokkunum, ef við tökum til dæmis bara Viðreisn og Sigmund Davíð og hans flokk, ég held sem það langað mikið inn í ríkisstjórn.
Það einhver ástæðu til þess? Nei, ég meina þau eru að horfa upp á stjórnarflokkana minnka, þau eru að horfa upp á það að Framsókn búin að tapa 6 af hverjum 10 kjósendum sínum. Það horfa upp á það að Vinstri grænir eru að falla af þingi og minna, við sjálfstæðismenn við erum ekki það blind eða forherta við kennum það ekki að við erum líka í bara stórkostlegum vanda, bara í samtali við þjóðina og þetta sjá náttúrulega flokkarnir og í þessum samtölu sem áttu sér stað þá náttúrulega gerða kröfur. Það segir enginn þegar Viðreisn fær símtalið að þá segja þau ekki nei, við viljum ekki fara ríkisstjórn en þau gera hins vegar kröfur sem aldrei hægt að fallast á og ef að satt reynist að svar Viðreisnar hafi verið það að hækka skatta á fyrirtæki og skoða upptöku á nýjum gjaldmiðli Hættu nú Ertu vissum að þetta sé ekki hækka skatta á fyrirtæki? Nei Til dæmis ekki sjávarútveg Ekki hækka skatta, við höfum hugmyndir aðrar, þú veist alveg hver stefna Viðreisnar í auðlindamálum, skattahækkun sem skilir fyrir og ég verð að segja að þessi saga kemur innan úr stjórnarflokkunum, þá finnst mér það býsna lúalegt. Veistu hvaða kröfur voru gerðar? Ég ætla bara að sitja hér og fullyrða að skattahækkanir voru ekki með kröfur. Nei, ég veit ekki nákvæmlega hvaða kröfur, ég veit hvað við rættum. Þú veist ekki hvaða kröfur voru gerðar en þú samt til í að segja hvaða kröfur ekki gerðar. Já, ég veit það hefði aldrei verið gerðar kröfur sem ganga þvert á stefnu flokksins og við rættum vissulega ekki hækka skatta. Við viljum fá markaðsleið, það getur í ákveðna árferði getur það skilið sér í lægri gjöldum. Við viljum bara markaðurinn ákveði verði. Aldrei verið talað hærri skatta. Þið gerðum sem sagt kröfur auknar álögur á fyrirtæki sem er ekki hægt að gangast að og við það situr sko og ég held að það sé hlut af þessu en enn og aftur mig vantar eitt púsl inn í til að sjá hvað þessi ríkisstjórn mynduð og hvernig þau ná saman og það hvað breyttist hjá Vinstri grænum og Framsóknarflokknum seinustu helgi sem var til þess að Bjarni Benediktsson var En var það ekki bara að Framsóknarflokkurinn fær fjármálaráðuneyti í fyrsta sinn í nærri 5 áratugi og Svandís Svavarsdóttir kemst í ráðuneyti allra málaflokka? Hún orðin miklu valdameiri stjórnmálamaður eftir að vera komin í innviðaráðuneyti heldur en þegar hún var matvælaráðherra. En var það ekki nokkuð sjálfgefið í aðdraganda þessara viðræðna að það yrði niðurstaðan? Var það ekki alltaf sjálfgefið að Sjálfstæðisflokkurinn tæki forsætisráðuneytið, að það myndi Framsóknarflokkurinn taka fjármálaráðuneytið? Var það ekki bara kamerun sem að lá í augum uppi alveg frá upphafi? Já, ég segi það. En hvað breyttist hjá Framsókn og Vinstri grænum? Það svona það sem að ég stöðugt að velta fyrir mér. Hvað heldur þú hafi breytt stöðunni? Ég þekki það ekki, en ég held að það púst komi fram á næstu dögum. Mér finnst mjög áhugavert að þú skulle vera betur inn í einhverjum uppdiktuðum sögum hvað Viðreisn fannst en hvað vinirðinir í stjórnarsamstarfnum hafa viljað leggja borðið í þessu. Það er kannski ekki annað hefur frá fyrstu hendi en hitt bara vangaveltur hjá mér. Þú segir það komi í ljós á næstu dögum? Ég segi ekki að það geri, en ég segi að ég svona frekar von á því. Ég meina, ríkið að falla af þessu. Við erum að sjá bæði stjórnarþingmenn og leiðtogar ríkisstjórnarinnar koma fram og útskýra sín mál. Ég eins og þið væntanlega hef hort á leiðtoga þessara 3 flokka koma fram. Það eykur ekki tiltrú mína á því að þessi ríkisstjórn verði mjög langlíf. Ég sé hann ekki setja fram á haust með það hvað mér finnst mikill munur á því hvernig leiðtogarnir tala. Heldur hún getur sprungið? Það eru 2 skólar í þessu held ég. Anna sá að hún dugi bara út kjörtímabilið, eða kosningabaráttu fram að forseta til að uppfylla óskir Katrínar og Vinstri grænum að slitin trufleikja hennar kosningabaráttu. Og afki slíti strax eftir það. Er það góðu tíll fyrir hinnan flokkana? Nei, ég meina, ég nú ekki að segja kannski þetta sé undirskrifa sko með öllum, en ég segi það eru svona 2 skólar í þessu, annars vegar það. Og svo hitt þá að hún sitji alveg til enda, því það náttúrulega, lýsir alveg ótrúlega mikilli skorti á stjórnkænsku ef þau hafa farið í gegnum þetta enn og aftur og ætli sér svo í 4. skipti þegar Myndu það ekki fela í sér ótrúlega óheilindi að mynda nýja ríkisstjórn skipta með sér ráðuneytum fram til 1. júní og sprengja svo þegar þú ert búin að fá það eina sem þú vildir út úr þessu? Ég meina, þú veist, það hafa komið upp sennilega, en það hafa komið upp á þessum árum alveg fjölmörg
tækifæri, ef ég nota það fyrir hvernig einasta stjórnarflokk að segja þetta orðið gott að þetta svo mikið rugl. En gera það ekki? Nei, og bara velja næsta ef að menn vilja gera það. En hvað það sem að... En þetta bara annar skólinn. Nú talar forsætisráðherra meðal annars í viðtali hér í dagmálum í morgun það að það sé bara ljóst hvert menn ætla að stefna með þessu búin að sættast á það hvaða mál þurfa að keyra í gegn. Svo heyrum við hvaða mál það eru útlendingamálin og það orkumálin og svo þetta ríkisfjármálin. Fara að vinna gegn verðbólgu, manstu? Já, en hvað það? Þeir hljóta að hafa skýra mynd af því hvað þurfa að gera það. Það liggja frumvörp fyrir þinginu í þessum málaflokkum, þannig að menn hljóta að vita hvort þeir ætla að bakka upp þá leiðið ekki. Já, þetta akkurat það sem við hlustuðum á, til dæmis í Kastljós þegar þeir koma þar, ferskir út úr viðræðunum, en það var samt ekki lína í því sem þeir ræddu. Tíma fannst mér eins og Bjarni Benediktsson hún væri með ríkisstjórnina og hinn væri í stjórnarandstöðu við það sem hann var að segja, alls slags fyrirvarar í málefnum hælisleitinda, fyrirvarar í orkumálum og... En myndar Bjarni Benediktsson, þessi gamalreyndi stjórnmálamaður, búinn að sitja á þinginu í 20 ár, myndar hann ríkisstjórn á svo feisknum grunni? Ég held að það alls ekki verið að mynda þetta á þessum grunni. Og ég held að þegar þeir koma fram og tala, þá verður þeir að tala svolítið í sitt bakland. Og ég held að formaður Vinstri Grænna og formaður Framsóknarflokksins hafi svolítið verið að tala inn í sitt bakland þarna frekar heldur en að tala inn í ríkisstjórnina. Ég get alveg tekið undir þessa sviðsmynd sem þú ert að tala um. Það kæmi mann ekkert ofboðslega óvart. Þótt að núna það koma svona ákveðni hveitibrauðsdagar hjá þessari ríkisstjórn, þeir klára þetta þing, þau eru væntanlega búin að setja ákveðin mál á sem þau ætla sér að klára núna á þessu þingi og svo kemur stubbur og svo kemur bara sumar og fólki líður vel en svo kemur haust og ég held að með haustinu þá kom upp einhver mál þar sem að ef til vill Vinstri grænir nota til að minna á sig sem róttækan Vinstri flokk og reyna að finna einhver orku í sína baráttu og leiðrétta kúrsinn og það verði átök svona fram með vetri og boða til kosninga svona hvað ég að segja, í nóvember sem sagt þá verður boðað til kosninga og það verður kosið á eftir áramót. Það er svona eitthvað sviðsmynd sem kæmi mér ekkert mikið óvart og ég held líka því að í gamla lífi mínu þegar ég var svona að grautast í þessum sálfræðistörfum og maður var að vinna í fjölskylduráðgjöf þá var svo oft verið sama fjölskyldan kom í nokkur skipti og það leiði öllum orðið illa. En þetta eru 3 flokkar, þetta falla til fjölkvæni. Já, nei þetta eru foreldrar og börn og það líður öllum orðið illa í þessu fjölskylduumhverfi og það kemur upp á ítrekað að það er einhvers konar trúnaðarrof og svona verið að reyna að berja í brestina og svo ákveðið að nú reynum við einu sinni en kaupa okkur hund og gáum hvort þetta lagist ekki. Og ég held að akkurat núna hefur ríkisstjórnin verið að kaupa til hund en ég er rosalega hissa ef að hundurinn mun laga ástandið í fjölskyldunni. Það er þau eru ekki farin að sjá út úr þessu held ég. En svo má náttúrulega bæta einu við því þú ert náttúrulega að lýsa upptætti að kosningavetri og þú ert komið framsókn í fjármálaráðuneyti og þú ert komið forsætisráðherra að segja við erum að fara að berjast gegn verðbólgu. Hvernig orðaði þetta? Ríkið þarf að fara að leika sitt hlutverk af því ríkið hefur einfaldlega ekki gert það með seðlabankastjóra, með aðilum vinnumarkaðarins í síðustu kjarasamningum, með heimilum landsins og með fyrirtækjum landsins. En nú ætlar ríkið að koma inn á kosningavetri með framsókn í fjármálaráðuneytinu og með VG eins og þú orðar mögulega sem svona einhvers konar róttækan Vinstri flokka. Þú ert augljóslega mjög spennt fyrir þessu. Ég er spennt sem stjórnarandstöðu þingmaður, ég er minna spennt sem hluti af almenningi í þessu landi og sem regnit heimili og annað slíkt. Þannig að þú veist, ég held að við séum þetta er ekki mjög samrýmanlega markmið í meðferð þessari ríkisstjórnar. Og tíminn er stuttur. Þegar Stefán kynnt okkur einn sem áhuga fólk pólitík, en auðvitað er ég embættismaður og áhugamaður pólitík en þú ert atvinnumaður Og ef ég ætti að ráðleggja þér eitthvað sem ég veit að þú veist, að þá myndi ég ekki draga það lengi að svona taka upp samtalið við kjósendur og fara að undirbúa fyrir prófkjör eða eitthvað svoleiðis fyrir ykkur sem að eruð á þeim buxunum. Og það held ég að verði líka svolítið erfitt núna í pólitíkinu á næstu dögum. Það er allir að lesa þetta eins, þetta verður áfram erfitt og þá fer fólk að ytta sig, þá fer fólk að tala stífar inn í baklandið, þannig að ég myndi nú svona tippa á það að hitinn á klúbbnum hækki. Hefur einhver þessara 3 flokka í stjórnarsamstarfinu styrkt stöðu sína með þessum breytingum? Er einhver sem það er auðvitað önnur ásýnd fyrir Bjarna Benediktsson að vera komin í forsætisráðherrastólinn og það hefur auðvitað verið svona talið ljóður hans ráði að hafa ekki
setið í þessu embætti lengur en raun ber vitni á þessum langa ferli. En er hægt að lesa eitthvað í þetta? Já, það er hægt að lesa fyrst og fremst það að Bjarna Benediktssyni tókst nánast hið ómögulega. Hann varð forsætisráðherra á tíma sem að nánast enginn hafði trú á að hann gæti þetta. Og þetta finnst mér einmitt sýna sko hvaðan kænn og hvaðan þrátt fyrir allt, hvaðan hefur ríkt umboð og traust innan ríkisstjórnar og innan Alþingis. Jafnvel fólki sem að hamast mest í honum, það getur ekki litið fram hjá þessu. Þannig að Bjarni Benediktsson hefur styrkt sig mikið við þetta. Heldur að flokkurinn bæti við sig, nú hefur hann verið að mælast með 18-20% í könnunum sem að þykir óásættanlegt með öllu. Haldið að hann á að reka fólki réttirna sem hefur horfið frá flokknum þegar sér hann núna í stjórnarráðinu? Það fer eftir þrennu. Það fer eftir því hvernig tekst okkur upp hvað varðar hælisleitendur, hvernig tekst okkur upp hvað varðar orkumál og hvernig tekst okkur upp hvað varðar ríkisfjármál. Og við höfum núna... Það er svo að það muni hvorki gangarnir reka í þeim efnum, þannig að þú er búin að taka dómur. Við óttumst það, fjármálin myndi halda. Við óttumst það að þetta verði erfið viðregnar og ég hef náttúrulega stórar áhyggjur af því að Framsóknarflokkurinn sem komið með fjármálaráðuneytið, með sín loforðum þjóðarhallir og hækkuð listamannalaun og óperuhús og hvað þetta nú allt heitir sem að sko, ég reyndist ekki vikant til að fylgjast með innátómum loforðum Framsóknarflokksins. Og ertu þó hraðlæðis maður? Já, ég þó nokkuð hraðlæðis og reyna að fylgjast með. Ég meina ráðherrar Framsóknarflokksins, þeir fari ekki úr náttfötunum fyrir minna en 50 milljarðar. Sko. En fjármálin verða stóri kaleikurinn ef þau ætla að standa við sitt og raunverulega leggja eitthvað á vogarskálarnir í baráttunni við verðbólguna og að fá vexti niður. En ríkisfjármálaáætlunin liggur fyrir, þeir eru ekki að fara að breyta miklu þó að Sigurður Ingi sé komið þar. Það fer ekki að krukka í henni úr þessu. Nei, varla. Það hafa nú breyst mál í meðförum þings. Tekin býsna miklum skakkaskiptum ef stjórnarmeirihlutanum sýnist svo. En hvað heldur þú, mér langar svo að spyrja þeina, því við erum bara að ræða fyrirgefðu ég gríp fram fyrir þáttastofnum það. Ég fer bara fram í kaffi. Mér leikur svona forðað því við erum alltaf að ræða hvort það verður kosningar. En svo er alveg örugt að innan skams koma kosningar, seinasta lagi eftir rúmt ár. Já. Hvað heldur að Viðreisn gerir? Er Viðreisn að fara að taka þátt í myndin einhvers konar svona vinstri ríkisstjórnar í framhaldi af þeim kosningum? Sérðu þá sviðsmynd fyrir þér? Að Viðreisn fari til vinstri út úr þeim kosningum og taki þátt í kannski fjóruflokka ríkisstjórn með Samfylkingu og Framsókn og fleirum? Það er algjörlega ómögulegt að segja. Nei, hvort leitar hugurinn til hægri eða vinstri? Minn hugur leitar til hægri og ég held að við séum flest þar að við myndum vilja mynda slíka stjórnin út frá miðjunni. Við viljum ekki sjá svona stjórnarsamstarf aftur. Ég held að það hafa bara sýnt sig og það verður vonandi langt í að einhvern detti í huga að gera það. Er ekki Kristrún Frostadóttir komin allavega hægra megin við Framsókn, jafnvel hægra megin við ykkur í sumar? Ég veit bara ekkert hvar hún er í einhverju stærri mynd. Það er svona einstaka mál sem þetta hér, segirðu hægra megin við ég velti verið mér í einhverju mál. Hvaða mál ertu þá að vísa í? Nei, það er bara tilfinningin. Já. Ég er svo gamaldags stjórnmálamaður, ég lít skilgreina hægri vinstri svolítið mikið út frá fjármálum, meðferð ríkisfjármála, meðferð hvernig hún fer með skattpeninga, almennings og annað. Kristrún fer landið núna til þess að búin að slá algjör út af borðinu hugmyndir fyrningarleið í sjávarútvegi. Já, því hún vill hækka skattana. Já, hún segir að það sé ágreiningsmál hversu hátt veiðigjald eigi að vera, en hún er ekki að tala fyrir fyrningarleið. Ég segi það er rétt, þannig talar hún sko, en hún talar fyrir ég skil bara ekki hvernig ykkur getur, ég verður að fá að segja þetta, ég skil bara ekki hvernig þið getur litið á og ég veit alveg, ég áttum alveg á varðstöðunni útgerðina í ykkar flokki en ég skil bara ekki hvernig þið getur rökstuð það með því að markaðsleiðin sé einhver vinstri skattahækkunarleið. Kollvarpakerfi sem að við tökum rökræðina þar en að tala um að það sé eitthvað skatta meiri leið en þessi veiðigjalda byggs sem er núna og menn hækka og lækka eftir því hvernig vindar snúa í pólitíkinni. Þessi markaðsleið, hún kollvarpar öllum stöðuleika í sjávarútvegi þetta er ekki hærri skattar, ég er ósammála því. Svei mér þá, ég held ég hef aldrei sagt þetta áður,
það væri svei mér þá skarra að hækka skatta heldur en þessi kollvörpun ykkar á kerfinu. Nú duttu síðustu döðu lýsnar og höfðun á mér, en við ætlum ekki að fara að ræða kvótakerfið sérstaklega. Það sem að mér langar til að nefna að því við fórum í stöðu Bjarna Benediktssonar, Sigurður Ingi Jóhannsson óskoraður leiðtogi Framsóknarflokknum. Það enginn sem að skákar honum þar sem stendur, þó að menn hafi verið að velta fyrir sig með stöðu Ásmundar Einars og Lilju, hvort þeirra yrði arftaki hans, staða þeirra hefur veikst á síðustu misserum af ýmsum ástæðum. Hann óskoraður leiðtogi, en nú kominn nýr formaður hjá Vinstri grænum og þetta var þetta mjög sérstök sýn að sjá Guðmund Inga Guðbrandsson standa með Sigurði Inga og Bjarna Benediktssyni þegar þessi ríkisstjórn var mynduð. Í huga margra Svandís í raun hinn óskoraði leiðtogi í Vinstri grænum þegar að Katrín farin frá borði, en það maður sem bendir til þess að það geti orðið áhugaverðar svona væringar innan VG núna þegar að Katrín hverfur á braut. Það ekki bara Svandís, það eru líka öflugir forystumenn þarna inni, Orri Páll Jóhannsson sem hefur gert sig mjög gildandi opinberlega, Bjarni Jónsson þykir sterkur innan flokksins. Munum við sjá átök völdin í flokknum á komandi vikum og mánuðum? Ég held að þetta sé rétt á þér að við sem að fylgjumst með pólitík, við lítum svolítið á Svandísi sem svona leiðtoga flokksins þótt hún hafi kannski ekki akkurat núna það formlega umboð. Ég held nú, hefur nú aldrei haldið neitt sérstaklega með VG þótt maður þykir vænt fólki sem þar. Ég held að Svandís væri líklegri til þess að ná fram þessum svona vinstri prisma sem að flokkurinn kannski þarf. Hann þarf að minna á sig sem róttækan vinstriflokk sem sennilega kemur til með að verða banabiti þessar ríkisstjórnar og þá það líklegra að Svandís Svavarsdóttir gerir það, en mér langar líka að nefna annað nafn og það hann Orri Páll sem mér finnst koma óbúslega sterkur inn núna á seinustu vikum. Þetta ósvöldlega geðugur einstaklingur, hann svona notalegur í framkomu, hann málefnalegur og hann harður vinstrimaður. Þannig að það maður sem ég segi líka alveg fyrir mér hvort sem það þessi formaður eða varaformaður og ég held að hann yrði ráðherra í þessari ríkisstjórn. Það kannski líka síðan spurningin. Bjarkey Olsen kannski ekki mikið rædd sem beinlínis forystumaður þó hún hafi setið á þingi núna í meira en 10 ár og verið í forystu í sínu kjördæmi. Og vel liðin og öflug, ég tek ekki það henni. Hún vel liðin og málefnileg manneskja en hún kemur inn í ráðherradóminn og hún hafði kannski freka verið nefnd svona sem möguleiki númer 2 ef að Bjarni eða Orri Páll ekki verið valinu. Þetta klókt hjá Guðmundi Inga til þess að draga úr vægi þessara tveggja manna sem að kannski myndu gera sig gildandi í formannskjöri? Væri staða Orra Páls ekki öflugri til dæmis í slag við Svandísi Svavarsdóttur forystu sætið í flokknum ef hann væri núna matvælaráðherra? Já, það getur vel verið, svo held ég líka, ég veit það ekki, kannski það verið að hugsa ómarga leiki fram í tíman þegar ef markmið að lifa þetta kjörtímabil af í þessari ríkisstjórn. Þetta pólitísk refskák, við verðum ég veit, en ég segi ef markmiðið þá held ég að sé líka mjög mikilvægt fyrir einmitt VG að vera með öflugan þingflokksformann og Orri þar og þannig að það að setja hann í ráðherra það þitt nýjan þingflokksformann, þannig að það kannski öflugt fyrir flokkin en það styrkir ekki stöðu Orra Páls í mögulegum Nei, en ég að segja kannski svo ákvörðun að hann verður ekki ráðherra ekki endilega til þess að halda honum niðri, heldur bara til að tryggja einhvern veginn að þetta lifi af. Bjarni og Orri í fílu yfir því að hafa ekki hreft hnossið? Ekki. Þeir vildi ekki komið þáttinn til mín allavega? Já, þú meinar, ekki. Nei, ég ræddi nú við Orra Pál þetta fyrir réttum viku síðan í sambærilegum þætti og þetta, ekki skoðum þætti þó. Nei, það var eins gott að þú tókst það fram. og honum fannst alveg fráleit hugmynd þegar maður nefndi það en kannski var það nú bara uppgert lítið læti. Já, hann náttúrulega þingflokksformaður, auðvitað hlýtur hann og allir vilja losna ráðherrastað, allir vilja taka þennan, en er ekki rétt hjá mér. En er ekki rétt hjá mér að það engin ráðherra norðaustur, hún eini ráðherran, hún Bjarkey sem kemur þar inn. Það getur hafa spilað inn í líka, ég veit það ekki, þetta kemur allt í ljós, þetta verður hérna. Já, en það að verða, það ákveðin brotthvarf Katrínar úr ríkisstjórn yfir á Bessastaði og ég spáði því núna í febrúar að hún yrði forseti, ég held mig við þá spá. Þetta eru straumhverf í stjórnmálum og það hennar brotthvarf af þessum vettvangi, þetta var áhrifur inn í alla aðra stjórnmálaflokka á Íslandi sem sýnir nú stærð hennar og gæði. Af því að þetta hefur, eins og ég segi, þetta spila náttúrulega mest fyrir Vinstri græna en ég held að allir aðri stjórnmálaflokkar á Íslandi finni fyrir brotthvarfi Katrínar og við erum að horfa upp á
straumhverf í stjórnmálum. Nú hefur verið lengi rætt mögulegt brotthvarf Bjarna Benediktssonar og Sigurður Ingi búinn að vera lengi líka. Bjarni svona aðþyrfis gefur í og úr en þó þegar hann spurði þá áréttar hann það alltaf að það sé ekkert farast niður á honum. Þegar að eitt forystumaður fer og reyndar, ég hef nú kallað þetta svona bestastæði eins og hálfgerða neyðarútgang úr pólitíkinu fyrir Katrínu með fylgi flokksins. Haldið að Bjarni sérstaklega fara að líta til einhverja slíkra möguleika til þess að geta farið út með reisn og sáttur við dagsverkið? Eða bindur þetta kannski frekar lengur inni núna þegar það opnast tækifæri og svona það kemst meira rót á markaðinn? Sko þannig var alltaf hægt að nefna Bjarna Benediktsson, formann Sjálfstæðisflokksins, öðruvísi en heldur en að nefna þessa framkomu sem honum sýnt á Íslandi. Þetta fyrir neðan og þetta út fyrir allan þjófabálk að leyfa sér þessa framkomu gagnvart fólki sem tekur að sér að leiða þjóðina. Hann með fleiri atkvæði á baku sig heldur en nokkur annar þingmaður. Það engin annar þingmaður sem kemst nálægt því sem að hann með í styrk og í reynslu og það að horfa upp á ríkisfjölmiðlinn og aðra fjölmiðla tromma upp einhverja andstöðu við hann í gegnum einhvern undirskriftalista eins og það sæti tíðindum að samanlegur atkvæðafjöldi Vinstri grænna og Samfylkingar vil ekki Bjarna Benediktsson sem forsætisráðherra að þetta og að hendi yfir hann glimmer og kalla hann barnamorðingja og þetta mér finnst þetta þyngra en tárum taki og í því umhverfi hans á stjórnmálamaður sem hefur styrkt sig mest og orðinn forsætisráðherra þannig að Bjarni Benediktsson með öll spil á höndunum hvað var það sína eigin framtíð núna ef hann velur að hætta þá gerir hann það að fullri reisn ef hann velur að halda áfram þá hefur hann styrkið. En þessi andstæða, þessi undirskriftasöfnun og annað, hún ekki bara til margs það að hann vegur þyngra sem pólitíkus heldur en aðrir? Eins og Ólafur Ragnar Grímsson sagði nú í hlaðvarpsviðtali hjá mér síðastlu haust, hann sagði ef stjórnmálamenn ekki umdeildir þá það einskis virði. Ég held, og þetta nú bara vangaveltur sko, ég held að grunninn upphæðu meinum kannski rekja til þess að atburða við sölu Íslandsbanka sem verður til þess álit umboðsmanns. Hann búinn að vera mjög umdeilt löngu fyrir þann tíma. Já, en ég held sko að það margir, hann fullt af umdeildu stjórnmálumönnum og ég tek að einhver leit undir það að til þess að ná einhverju í verk og við rættum það nú áðan að verkleysi stafar af því að þetta umdeildu flokkar sem einhver ná í verk, ef þau væru öll samstillt einhvers staðar, þá verði einhver verk og það var einhver hópur á móti, það verði þá eitthvað að gerast. Þannig við höfum verið alveg með umdeilda stjórnmálamenn áður, kannski það bara samfélagsbreytingarna hér á landi, við erum farin að temja okkur, kannski þetta bara verður þetta næst svona með næsta ráðherra og svo framvegis, en ég held sem þetta í grunnurinn sé þarna. En ég tek líka undir það að þetta auðvitað bara þarna undirskriftalisti og hann fer bara í gang og augljóslega eru þarna ekki stuðningsmenn Bjarna sem eru fjölmargir heldur þeir sem ekki styðja hann. Mjög margir nafnlausir eins mikið þáttur og það nú ég veit ekki meira en þú veist ég held kannski að á sama tíma og það getur bara vel verið þetta styrkjan þá kannski líka allt í lagi að sína ákveðna auðmýkt og í þessu hlutverki þar sem hann orðið núna leiðtogi ríkisstjórnarinnar og svona að hann átti sig á því að þarna hópur sem hefur þessar sterku skoðanir og á sama tíma hann formaður Sjálfstæðisflokksins og vinna fyrir hann, þá hann núna líka leiðtogi ríkisstjórnar fyrir heila þjóð og það verður bara áhugavert að sjá hvernig honum farnast, að því nú standa spjóta honum til dæmis inn í þingsal alls konar málefni, hann ekki þrautreyndur í því, þannig að Katrín stóð nú með vindinn í fangið í öll þessi ár. Þannig að það líka spurning og þar hann bara ákveðnuleiti óskrifafla það ekki alveg sanngjarnt að halda því alltaf fram að Katrín Jakobsdóttir hafi verið límið í þessari ríkisstjórn. Nei, ég sagði það ekki, ég sagði bara með vindinn í fangið. Nú ég ekki að gagna það sem þú segir, ég bara segja það af því þessu svo oft haldið fram. Bjarni Benediktsson hefur verið við bakið á Katrínu eins og klettur og án Bjarna Benediktsson ef einhverju aðrir hefði verið formaður flokksins á þessum tíma, þá ég ekki vissum að ríkisstjórnarsamstarf hefði gengið. Ber hver að bakinu að Bjarna sér eigi? Ber hver að bakinu að sér Bjarna eigi. Það það sem þjóðin... Hver verður þá bak við Bjarna núna? Í þessu ríkisstjórnarsamstarfi, það það sem við óttust. Hann þarf að vera, ef til vill án þess að vera með klett við bakið á sinni eins og Katrín hefur haft. Já, Framsókn segist vera kletturinn í hafinu. Við komumst ekki lengra með þetta núna, við munum fylgjast náið auðvitað á mbl.is og síðan í Morgunblaðinu með fundinu sem að Bjarni Benediktsson hefur boðað til á morgun. Það verður áhugavert að sjá ákveðna svona mælingu á stuðningi við hann þar. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna hingað í Spursmál, Hanna Katrín Friðriksson og Elliði Vignisson. Takk fyrir Stefán Einar. Þá ekki meira á vettvangi Spursmála þessa vikuna en við verðum hér að viku liðina sjálfsagt.
sjálfsögðu. Ég ætla bara að spá því hér og nú að það verði nóg að ræða eftir þá góðu viku. Sjáumst heil.